Lag númer 15. The Fox. Kristján og Lundarnir. Kristján og Lundarnir voru stofnaðir vorið 2014. Þeir Heiðar, Máni, Sigurður, Stefán, Birgir, Arnór, Kristján, Daniel og Daniel settu saman bandið til þess að taka þátt í tónkvíslinni sama ár. Við Sigurður vorum að ræða saman tónkvíslina og vorum sammála að vantaði einhverja sprengju. Við settum saman hóp að hæfileikaríkustu nemendur skólans og okkur vantaði frontmann og það var auðvitað bara einn maður sem kom til greina. Kristján Sindrason. Fljótt eftir stofnun hljómsveitarinnar var sveitin orðin ein vinsælasta hljómsveit á Norðausturlandi. Lundarnir lyftu tónkvíslinu upp á nýjar hæðir með frábærum flutningi á laginu What Does the Fox Say? Þetta var geðveikt. Þegar konfettisprengjan sprakk, þá mistu sig allir. Eftir að ég neldi háunóturnar í droppinu þá hefur lífið mitt breyst mjög mikið. Heysarinn og Stebbi, þeir gerðu bara lítið úr öðru tónlistarfólki með þessu flutningi. Við sem alveg að vera góðir, en það átti engin von á þessu. Árið 2015 urðu Lundarnir fyrir miklum áföllum þegar tveir lykilmenn, Sigurður og Heiðar Atli, hættu í bandinu. En enn óvitað hvers vegna þeir hættu. Ég vil helst ekki ræða þá. Ég var náttúrulega stjarnan 2014 og svo átti ég að vera í einhverju aukahlutverki 2015 og það gengur bara ekki. Þrátt fyrir þetta mikla áfall tóku Lundarnir þátt í tónkvíslinu 2015. Það má segja að þeir hafi sungið sínu hjörtu þjóðarinnar eftir frábæran flutning á laginu Dokka. Lundarnir voru efstir í kjöri á vinsælasta atriði tónkvíslarinnar og klárlega á toppi ferilsins. Í kjölfar sigursins á tónkvíslinni myndaðist algjört lundaæði í Þingeyjarsveit og víðar. Lundavarningur var uppseldur í öllum búðum og Lundarnir voru bókaðir út allt land. Þeir fengu mikla fjölmiðlaathygli og var það nánast daglegt brauð að sjá meðlimi Lundanna á forsíðum blaðanna. Ég gat varla farið úr húsi án þess að vera beðinn að taka selfie eða gera einandrarutannir. Þetta var geðveikt. Það gerði bóli með mynd á okkur á. Athyglin fór ekki vel með alla, en Kristján Sindrason, höfuðpaur Lundanna, höndlaði ekki athyglina vel og á endanum flutti hann til Brasilíu til þess að komast úr sviðsljósinu. Þetta var bara of mikið fyrir hann. Hann var náttúrulega aðmaðurinn í bandinu og mesta athyglin á honum, skiljanlega. Næstir á svið eru 5 ungir drengir úr framhaldsskólanum á Laugum. Þegar Lundarnir fóru að undirbúa sig undir tónkvíslina 2016 ákváðu þeir að finna nýja meðlim í stað Kristjáns. Mikið leit fór af stað og eftir margar áheyrnarprufur var Oliver Jóhannsson ráðinn í bandið. Kvöldið. Ekki voru þó allir jafn sáttir með það. Máni Sigurðsson og Daniel Snær Sigfússon hættu báðir í bandinu í kjölfarið. Þeim fannst vafasamt að Oliver fengi stöðuna þar sem hann og Daniel Örn, meðlimur Lundanna, væru náskyldir. Ég einn að finnst þetta skrítið? Þeir eru náskyldir. Já, ég hlusti ekki á svona bull. Þrátt fyrir að þeir hættu í bandinu ákváðu Lundarnir að halda áfram og stefndu á sigur í tónkvíslinni 2016. Þeir ákváðu að taka lagið Sorry eftir Dustin Bieber í íslenskri þýðingu Reynis Þrastasonar. Kristján og Lundarnir! Enn og aftur stóðu Lundarnir uppi sem sigurvegarar í vinsældarkeppninni. Oliver breikaði eins og enginn var í morgundagurinn. Ég held að Oliver hafi tryggt okkur sigurinn þetta árið. Lundarnir héldu áfram að spila á tónleikum eftir tónkvíslina 2016. Mikil peningavelta var í gangi og mátti vel sjá á hegðun Lundanna að þeir hefðu það gott. Já, ég keypti mér rándýran bíl og ég ekki eins og með bílpróf. Ég vaknaði bara hlæjandi og voru svo hlæjandi, sko. Stórt útgáfufyrirtæki setti sig í samband við Lundanna mitt ár 2016 og bauð þeim risaplötusamning. Það að hafa stórt plötufyrirtæki að baka sig breytir auðvitað. Mjög skemmtilegt fyrst. Vorum sendir í myndatökur og það kom stílisti sem var að skipta sér af fatnaði og öðru. Já, þessi stílisti, já. Ég var ekki svo hrifinn af öllu því sem hann kom með. Fyrst var þetta bara uppástokkur og síðan var bara að byrja að skipa okkur fyrir. Eitt skilyrðanna var að Oliver yrði nýr frontmaður í bandinu og þeir myndu breyta nafninu úr Kristján og Lundarnir yfir í bara Lundarnir. Ömurleg hugmynd. Ömurleg. Þetta voru ótrúlega miklu peningar. Það er ekki hægt að segja nei við svona samning. Mér leist bara mjög vel á þetta. Mjög vel, sko.
Við hefum verið þekktir sem Kristján og Lundarnir í nokkur ár og við getum ekki bara breytt því. Eftir þetta voru samskipti Lundanna mjög erfið. Fundir þeirra enduðu oft í rifrildum og slagsmálum. Ekkert heyrðist af plötu eða tónleikaferð og haustið 2016 kom tilkynning frá Lundunum að þeir væru hættir. Þegar Lundarnir voru hættir, beið þeirra Arnór Einar fyrrverandi Lundi. Það vissi enginn hvað hann var að pæla. Arnór var með hugmynd sem myndi breyta öllu. Lundarnir í Eurovision. Ímyndaðir. Ég hugsaði bara, hvað í gangi? Ég var hissa en samt alveg til í þetta. Já. Ég alveg til í að syngja fyrir fram milljónir manna. Lundarnir samþykktu það að senda lag í Eurovision og hófst undirbúningur strax. Lundarnir höfðu ákveðið að Eurovision yrði þeirra síðasta verkefni. Erum við ekki að gleyma ykkur? Hvernig byrjuðum við? Við erum ekkert að fara að hætta þess að kveðja tónvísluna. Þótt við sem að fara að syngja fyrir milljónir manna og heimsfræðin bíð okkar. Þá eru rætur okkar ávallt í tónvíslinni. Halló. Stoppið nú þið þekkið söguna, þetta byrjaði fyrir löngu. Tónkvíslinn, já þessi nýjunda, var langt best á komu Lundarnir komu frá. Við verðum vinsælir, við förum til útlanda í Eurovision. Við munum vinna það eins og í tónkvíslinni. Allar hendur upp í loft. Þið verðum aldrei eins og við. Við verðum vinsælir, við förum til útlanda. Því þetta comebackið, það allra síðasta. Höfum unnið allt sem í boði hvað sem nefndu það. Við erum Lundarnir. Við verðum vinsælir, við förum til útlanda í Eurovision. Við munum vinna það eins og í tónkvíslinni. Allar hendur upp í loft. Við verðum aldrei eins og fyrr. Við verðum vinsælir, við förum til útlanda. Tónkvísli, tónkvísli. Við verðum vinsælir, við förum til. Við verðum vinsælir, við förum til útlanda. Allar hendur upp í loft. Við verðum aldrei eins og fyrr. Við verðum vinsælir. Gott kvöld, kæri gestir, og verið velkomin á Tónkvíslina 2017.
Við viljum þakka Lundunum fyrir að opna keppnina fyrir okkur með þessum glæsilega flutningi á lagi sem margir Eurovision-aðdáendur hafa kannski náð að þekkja sem Popular sem Erik Saade flutti fyrir hönd Svíþjóðar í Eurovision 2011. Þetta í 12. skipti sem keppnin haldin og ekki eru nú að verri gerðin þetta árið. Í ár ein breyting á tónlistinni. Vinur okkar í framhaldsskólanum Húsavík ætla að taka þátt. Svo í kvöld fer fram sameiginleg framhaldsskólakeppni Framhaldsskólans á Laugum og Framhaldsskólans á Húsavík. Má ég heyra, einhver frá Norðurþingi? Og eins og undanfarin ár fer hér einnig fram keppni grunnskólanema, en grunnskólanum frá Eyjafirði til Vopnafjarðar hefur verið boðið að taka þátt í henni. Í ár eru nemendur úr Borgarhólsskóla, Hrafnagilsskóla og Þingeyjarskóla skráð til leiks. Við munum einnig fá að sjá og heyra 21 atriði hér í kvöld, auk þess sem sigurvegari síðasta árs mun stíga á stokk. En keppendur kvöldsins eru Eyþór Kári, Sandra Björk, Jóhanna Lilja, Kristjana Freydís, Hugrún Birta, Anna Birta, Steinar, Friðrika Bóel, Gabriela Sól, Ljósbrá Sandra og Hulda, Bjartur Ari og Brynjar Helgi, Klara Hrund, Þórey Hekla, Stefán Bogi, Guðrún Helga, Hjördís, Freyþór Hrafn, Margrét Inga, Athena Marey, Bjartur Ari, Hafdís Inga. Það eru fyrst og fremst nemendur við framhaldsskólan á Laugum sem sjá framkvæmd keppninnar ásamt nemendum framhaldsskólans á Húsavík. Þeir smíða til dæmis þetta svið, sjá förðun og hárgreiðslu, aðstoða við uppsetningu á ljósum og tækjabúnaði, taka þátt í myndvinnslu og upptökum, sjá öryggisgæslu, taka á móti grunnskólakeppendum og sjá tónlistarflutninginn. Nemendur fjármagna og markaðssetja einnig keppnina og semja meira að segja þetta handrit. Þetta hluti af náminu við framhaldsskólanum á Laugum og fá nemendur vinnuna metta til eininga. Mikið nám á sér stað eins og gefur að skilja og langar mig að biðja ykkur að klappa fyrir okkur öllum. Eitt af því sem við nemendur viljum alls ekki taka okkur sjálf að velja sigurvegara kvöldsins. Við höfum þeir fengið til liðs við okkur 3 fyrsta flokks dómara sem munu þurfa að taka erfiðar ákvarðanir hér í kvöld. Þau komu einmitt hérna á vegum Toyota Akureyri sem skaffaði þeim glænýjan landkrúser til að komast við fljótseiðina. Við skulum gefa þeim gott klapp. Þetta eru Heimir Ingimars, Margrét Eir og Einar Höllu. Það mun fara fram símakosning hér í kvöld. Þið heima í stofu, auðvitað í salnum líka, fáið að velja vinsælasta atriðið í keppninni. Þið getið því kosið ykkar uppáhaldsatriði hér í kvöld. Til að kjósa hringið í 900 91 og svo númerlags. Símanúmerin birtast svo líka á skjánum á meðan flutningi stendur og símakosningin byrjar leið og fyrsta atriðið byrjar. Atkvæði kostar 129 krónur og munið að hringja ekki úr síma annars án leyfis. Athugið, það virkar ekki að senda SMS, það þarf að hringja í númerlags. Símakosningin mun hins vegar ekki hafa nein áhrif á störf dómnefndar sem ákveður 3 efstu sætin í hvorum flokki eins og við þekkjum. Við erum staddir í græna herberginu. Já, og hér gríðarlega fallegur hópur keppenda. Öll 21 atriðin tilbúin til leiks. Og til mín komin ung og glæsileg stúlka úr keppendahópnum. Gott kvöld.
Hvað heitirðu? Ég heiti Gabriela Sól. Ekkert að taka þátt í fyrsta skipti núna? Nei, ég er að taka þátt í 7. skipti. Já, bara atvinnumanneskja. Já, það má segja það. Ertu stressuð fyrir kvöldunum? Já, frekar. Algjör óþarfi. En takk fyrir spjallið, Gabriela, og yfir til þín, Hrafnhildur. Já, takk fyrir það, Addi. Jæja, þetta er komið gott. Ef við ekki að byrja þessa keppni? Fyrstur á svið er ungur og fjallmyndalegu drengur sem gengur í framhaldsskólann á Laugum. Hann ætlar að taka lagið Manstu ekki eftir mér með stuðmönnum. Tökum vel á móti Eyþóri Kára. Ég heiti Eyþór Kári og kem úr framhaldsskólanum á Laugum. Ég ætla að taka Manstu ekki eftir mér af því mér langaði til þess. Þetta er í 3. skipti sem ég tek þátt í tónvísl. Uppáhaldssöngvari minn er Harry Styles. Ég ákvað að taka þátt í tónvíslinni af því að þetta er bara svo rosalega gaman og stórt. Ég er rosalega spenntur fyrir tónvísl. Ég vil óska Bjargi systur minni til hamingju með afmælisdaginn. Lag númer 1. Manstu ekki eftir mér. Eyþór Kári. Takk fyrir. Það er komið að því að kynnast húsbandinu No Modus sem stendur böðuð eimskipsfluttum Exton-ljósum á sviðinu. Yfir til ykkar, Hákon og Stefán. Þeir ættu að vera á leiðinni.
Á trommurnar slær sætur og svaðalegur Reykdalíkur. Hann þekkir trommusettið eins og lófan á sér. Þetta engin annar en Jón Aðalsteinn Hermannsson! Eins og neyfi lífi að reisa. Þetta Eyþór Darri Baldvinsson! Píanónu Súðavíkur skrýtið sjálf. Þessi maður engum líkur og elskar píanóið jafn mikið á bílinn sinn. Þetta hann Björn Halldór Jónsson! Hvaða sérþarfir eru þetta árið, Stefán? Ég með gullfiska minni, sko. Voðalega menn góðu með sig eitthvað í kvöld. En þeir eru... Það ekki hægt að taka það af þeim strákunum í No Modus, hvað eru flottir í tauginu. Já, eins og við kallarnir náttúrulega. Býtu, eru við ekki í jakkafutum og Joe's? Jú, þú hlýtur nú að sjá það. Minna, finnst þér ekki sexy, ha? Sér ekki þessa buksu, þetta engin rassi. Hættu þessu. Ekki bara að fá að heyra næsta lag. Jú, fyrir ekki að hóka minn. En næst á svið ung og efnileg stúlka sem gengur í Borgarhólsskóla. Hún ætlar að taka lagið I Have a Dream eftir ABBA. Bjóðum Söndru Björk velkomna á svið! Ég heiti Sandra Björk og í Borgarhólsskóla. Ég ætla að taka I Have a Dream út af því að mér finnst það bara mjög flott lag. Uppáhaldssöngurinn minn Beyoncé. Ég held að hafi verið frændi minn Birgir Sævarsson sem veitti mér innblástur í að syngja. Ég ákvað að taka þátt út af því að mér finnst gaman að koma fram og langar bara að aðrir heyri röddina mína. Þetta í fyrsta skipti sem ég tek þátt í tónlistinni. Ég mjög spennt fyrir keppninni. Lag nr. 2 I Have a Dream, Sandra Björk. If you see the wonder
can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels. When I know the time is right for me, I'll cross the stream. I have a dream. I'll cross the stream. I have a dream. Já, næst stígur á stokk frábær stúlka sem gengur í framhaldsskólann á Laugum. Hún ætlar að flytja lagið The Climb sem Miley Cyrus gerði frægt. Gefið Jóhönnu Lilju gott klapp! Ég heiti Jóhanna Lilja Halldórsdóttir og ég kem úr framhaldsskólanum á Laugum. Ég ætla að taka lagið The Climb af því að alltaf þegar ég hlusta á þetta lag þá líður mér betur. Ég er búin að vera að syngja í 4 ár. Afi minn veitti mér innblástur til að byrja að syngja. Alltaf þegar ég heyrði afi minn syngja þá langaði mig að syngja með. Þannig söng líka oft fyrir mig þegar ég var yngri. Bara allir þið sem horfa bara endilega kjósið mig. Lag númer 3, The Climb, Jóhanna Lilja. I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost in no direction. My faith is shaking, but I gotta keep trying. Gotta keep my head held tight. It's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. The steps I'm facing, the attempts I'm taking.
Næsta svið ung stúlka úr Þingeyjaskóla. Hún ætlar að flytja fyrir okkur lagið When We Were Young eftir Adele. Bjóðum Kristínu Freydísi velkomna á svið. Ég heiti Kristínu Freydís og ég í Þingeyjaskóla. Ég ætla að taka lagið When We Were Young með Adele og ég að taka lagið af því að mér finnst það bara rosalega skemmtilegt. Þetta í 3. skipti sem ég að taka þátt í tónlistinni. Ég hef verið að syngja bara síðan ég man eftir mig. Ég veit ekki alveg hver veitti mér þennan innblástur. Ég byrjaði bara að syngja þegar ég var yngri og ég held ég hafi bara fundist það gaman og bara haldið áfram. Ég ákvað að taka þátt í tónlistinni af því að mér finnst það bara svo frábær upplifun og skemmtilegt að fá að vera með. Ég rosalega spennt fyrir keppninni. Lag númer 4. When We Were Young. Kristjana Freydís. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home, you're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. They made us restless. It was just like a movie. It was just like a song. I was so scared to face my fears, 'cause nobody told me that you'd be here. 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you still sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. They made us restless. It was just like a movie. It was just like a song. When we were young, when we were young, when we were young, when we were young. It's hard to admit that everything just takes me back to when you were there, to when you were there. And a part of me keeps holding on, just in case it hasn't gone. I guess I still care. Do you still care? It was just like a movie. It was just like a song. My God, this reminds me when we were young.
a song when we were young. Næst stígur á stokk stúlka úr framhaldsskólanum á Laugum, en hún á stíga á tónlistasviði í 3. skiptið. Í þetta sinn ætlar hún að flytja fyrir okkur lagið I Still Haven't Found What I'm Looking For með U2. Daniel Andri Eggertsson mun leika á gítar með hljómsveitinni í þessu lagi, en við munum fá að sjá meira af honum hér á eftir. Bjóðum Hugrúnu Burtu velkomna á svið! Ég heiti Hugrún Birta Kristjánsdóttir og ég kemur úr framhaldsskólanum á Laugum. Ég ætla að taka lagið I Still Haven't Found What I'm Looking For með U2 og ég ákvað að taka það út í mér sem bara skemmtilegt lag og skemmtilegt að syngja það. Þetta er ekki fyrsta skipti sem ég tek þátt í tónlistinni en ég er að taka þátt í 3. skiptið. Ég myndi segja að uppáhaldssöngvari minn væri Magni Ásgeirsson. Sá sem veitti mér innblástur fyrir að syngja var Björn Benedikt þegar hann tók þátt í Tónquist 2006. Ég er mjög spennt fyrir keppninni. Lag númer 5. I Still Haven't Found What I'm Looking For. Hugrún Birta.
Já, næst stígur á stokk ung stúlka úr Borgarhólsskóla og ætlar hún að flytja fyrir okkur lagið Eyes Wide Open með Sabrinu Carpenter. Gefum henni gott klapp, þetta Anna Birta! Ég heiti Anna Birta og ég kemur Borgarhólsskóla. Ég ætla að taka lagið Eyes Wide Open því mér finnst það mjög skemmtilegt og það er mikil kraftur í laginu. Þetta í fyrsta skipti sem ég þátt á tónlist. Ég eiginlega bara að byrja núna. Ég veit ekki alveg hver uppáhaldssöngurinn er. Systir mín veitti mér innblástur í að byrja að syngja því mér finnst hún alltaf að syngja svo vel. Að taka þátt á tónlist því ég er búin að horfa á hana og mér finnst það að vera eitthvað mjög spennandi. Ég er mjög spennt fyrir að taka það. Lag númer 6. Eyes Wide Open. Anna Birta. Everybody loves to tell me I was born and old, so better keep my eyes wide open. There's so much that I don't know. Just another hotel room. Never felt so all alone. Think about my granddad's eyes and they always sent me home. I can almost hear him now. I gotta make him proud. I keep my eyes wide open. Bless this ground unbroken. Yeah, I'm about to make my way. Heaven and me, keep my faith in my eyes wide open. I can't see 2 steps ahead of me when the fog comes rolling in. I never thought I missed the rain. Lord knows how long it's been. This dream is inside of me, and I can't just let it go. There's still so much that I don't know. I keep my eyes wide open. Bless this ground unbroken. Yeah, I'm about to make my way. Heaven and me, keep my faith in my eyes wide open. All I have is just this moment, and I don't wanna miss a second, 'cause it could all be gone in an instant. Yeah, in an instant. I keep my eyes wide open. Bless this ground unbroken. Yeah, I'm about to make my way. Heaven and me, keep my faith in my eyes wide open. 'Cause I'm about to make my way. Heaven and me, keep my faith in my eyes wide open. Næstur á svið stórgræsilegur og ungur drengur úr framhaldsskólanum á Laugum. Og hann ræðist ekki á garðinum þar sem hann lægstur. Hann ætlar að flytja okkur lagið Hurt með Johnny Cash. Við bjóðum velkomin á svið Steinar Ingólfsson. Ég heiti Steinar, ég er úr framhaldsskólanum á Laugum. Ég er að fara að taka lagið Hurt með Johnny Cash. Finnst það vera mjög fallegt lag. Ég tók þetta í tónfísl af því að ég finnst gaman að syngja og koma fram fyrir fólk.
Uppáhaldssöngvari minn? Ég veit ekki, bara Johnny Cash sjálfur. Ég man endur ekki hver veitti mér einhvern sérstakann innblástur. Ég bara fannst gaman að syngja. Lag númer 7. Hurt. Steinar. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the all familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I will keep myself. I will find a way. Næsta svið er glæsileg stúlka úr Borgarhólsskóla. Hún ætlar að þreyta frumraun sína hér á Tónkvíslinni með laginu Torn eftir Natalie Imbruglia. Gefum henni gott klapp, þetta er Friðrika Bóel! Ég heiti Friðrika Bóel og ég er í Borgarhólsskóla. Ég ætla að syngja lagið Torn með Natalie Imbruglia af því að mér finnst það mjög fallegt lag. Þetta er í fyrsta skipti sem ég hef tekið þátt í Tónkvísl.
Ég hef verið að syngja í 2 ár. Mamma veitti mér innblástur ég byrjaði að syngja vegna þess að henni fannst ég hafa fína söngurödd. Ég ákvað að taka þátt af því að vinir mínir voru að gera það og mér langaði að gera það í fyrra en ég mátti það ekki. Lag númer 8. Torn. Friðrika Bóel. I thought I saw a man but a lie. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you can be the man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Inspiration has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith, and this is how I feel. I'm cold and I am ashamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. I'm all out of faith, I'm already torn. So I guess the fortune teller's right. I should have seen just what was there and not some holy lie. But you're cool beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's so many things that I can't touch, I'm torn. I'm all out of faith, and this is how I feel. I'm cold and I am ashamed, lying naked on the floor. Illusion never fades into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. I'm all out of faith, I'm already torn. There's nothing where he used to lie. Inspiration has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith, and this is how I feel. I'm cold and I am ashamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. I'm all out of faith, and this is how I feel. I'm cold and I am ashamed, bound and broken on the void. You're a little late, I'm already torn. Torn. Næst á svið þrautreyndur vopnfirðingur sem stígur nú á tónkvíslasvið í 7. sinn. Hún ætlar að flytja fyrir okkur lagið Saving All My Love For You. Þetta engin önnur en Gabriela Sól! Ég heiti Gabriela Sól og ég kemur frá framhaldsskólanum á Laugum. Ég er að taka þátt í 7. skiptið á tónkvísl. Uppáhaldssöngurinn minn er Michael Jackson eða Whitney Houston. Ég ákvað að taka þátt í tónkvísl af því þetta er síðasta árið mitt í framhaldsskólanum og ég er búin að taka svo oft þátt að mér langaði að klára það því að taka einu sinni viðbót þátt. Ég hef sungið frá því að ég man eftir mér. Ég er mjög spennt fyrir keppninni.
Lag númer 9, Saving All My Love For You, Gabriela Sól. Your family and they need you there. Though I've tried to resist being last on your list, but no other man's gonna do. So I'm saving all my love for you. Hér koma 3 vinkonur frá Hrafnagilsskóla, en þetta er fyrsta sinn sem Hrafnagilsskóli tekur þátt í tónkvíslinni. Þær vinkonurnar, Ljósbrá, Sandra og Hulda, ætla að taka lagið Make You Feel My Love með geðþekkju tónlistarkonunni Adele. Gefum gott klapp! Ég heiti Ljósbrá, þetta er Sandra og þetta er Hulda og við komum á Hrafnagilsskóla. Við ætlum að taka Make You Feel My Love með Adele af því að það er fallegt. Við ákveðum að taka þátt bara fyrir fjörið og reynsluna. Þetta er það fyrsta skipti sem við tökum þátt í tónkvíslinni. Við hefum allar verið mjög lengi að syngja, sko. Bara fólk því úr litlar eða eitthvað. Heim í stofu. Ég elska þig, mamma.
Lag númer 10. Make You Feel My Love. Ljósbrá, Sandra og Hulda. Þá komið að síðasta atriðinu fyrir hlé, en það eru tveir strákar frá framhaldsskólanum á Laugum, þeir Bjartur Ari og Brynjar Helgi sem ætla að flytja okkur lagið Itchy Ma með rapparanum Keith Ape. Gefið þeim gott klapp, Bjartur og Brynjar! Ég heiti Brynjar Helgi og í framhaldsskólanum á Laugum. Ég heiti Bjartur Ari og ég í framhaldsskólanum á Laugum. Við ætlum að taka Itchy Ma, bara þetta hella nett lag sko. Það drullu nett, þetta japanskt rapplag. Japanskt rapplag. Þetta í fyrsta skipti sem ég tek þátt formlega. Ég ætlaði að vera rótari í fyrra en mér var illt í bakinu svo ég beilaði. Þetta ekki fyrsta skipti sem ég tek þátt, ég var í sjoppinu í fyrra. Ég vil bara senda ást á Eyþóri Darra. Ég vil þakka Eyþóri Darra. Hann búinn að gera svo mikið fyrir mig í þessu. Eyþóri Darri á bak við okkur 24/7.
Lag númer 11, It-G-Ma, Bjartur Ari og Brynjar Helgi. Squad shit, It-G-Ma. Hey, underwater squad. Hey, hey, squad. Yeah, Johnny Money Camo, babe, babe, squad, squad, squad. Okay, ninjas go ramble, 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 ramble. It-G-Ma, It-G-Ma, 우리가 빛이 나, 빛이 나, 빛이 나, 우리가 빛이 나. Motherfucker, fucker, fucking, 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 fucking. G-O-H-O-R-2, we the cohort Paydays, baby, boy. Motherfucker, chuchun기만 fucking, fucking, fucking. No, 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 na, 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 na. We the killer whale squad, don't below. It-G-Ma. Woo! It-G-Ma. Woo! Hey, underwater squad. Squad. Yeah, Johnny Money Camo. Ninjas go ramble, 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 ramble. Bitch, I'm a zombie. 저는 마신 사길래 코딘. Yeah, Johnny Money coming. Uno Camo down, we going. Harder than a motherfucking egg. 난 여기 요스비. They don't pay. Can't say bitch, my killer wet, killer wet, killer wet, killer wet, killer wet. Suga, suga, suga. Olin 것도 내려 suga. 나는 캔다 내려 고기나. 나는 사막 내가 주나. 주니까 잊지만의 때문에 졌다는 잊지만의 엘린. 잊지만 졌다는 때문에 잊지만 졌다는 엘린. 우리 가수 우리 가도 우리 바로. 잊지마. Underwater squad. Stop! You're Johnny Money Camo, babe, babe, all the ninjas go ramble, 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 ramble. It-G-Ma. Hey, underwater squad. You're Johnny Money Camo, babe, babe, ninjas go ramble, ramble. Ramble, 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 ramble. Velkomin aftur. Hér í salnum verið að taka örstutta pásu og meðan ætlum við að taka nokkur viðtöl. Hjá mér stattur Guðmundur Aðalsteinn Ásgeirsson, formaður framkvæmdastjórnar Tónkvíslarinnar. Hvenær byrjuðu þið að undirbúa Tónkvíslina, Guðmundur? Það var í september síðastlinnum og við höfum bara verið að vinna í þessu síðan þá. Nú gríðarlega mikið vinna sem nemendur skólans leggja á sig. Ekkert erfitt að fá fólk til að vera með í þessu? Nei, alls ekki. Þetta er bara auðvelt. Þetta er bara frábær hópur og krökkum og frábær skóli. Hvað myndirðu segja væri mest krefjandi við undirbúning keppninnar? Það er klárlega styrktarsöfnin. Maður verður að hafa peninga og það gengur stundum erfiðlega en það hefur gengið bara freka vel núna. Og eins og við sjáum með þessa keppni, þá hefur það gengið bara vel. Þannig að þú ert sáttur með hvernig hefur gengið að fá styrktaraðila? Já, klárlega. Þetta hefur bara gengið bara ótrúlega vel og ég er mjög sáttur með það. En hvers vegna haldið þið svona stóra keppni? Það er erfitt að segja, en þetta er ótrúlegt hvað svona lítill skóli getur haldið svona stóra keppni, en með svona frábærum mannskap, þá er allt hægt. Það verður mikið að gera hjá þér undanfarnar vikur. Hvað ætlarðu að gera á morgun? Það er náttúrulega bara fyrst tiltækt inn í salnum og svo skelli ég mig kannski bara í jarðböðin á Mývatni. Já, minn maður.
En ég veit að það er brjálað að gera hjá þér, þannig ég ætla ekki að halda þér lengur. Þakka þér kærlega fyrir spjallið. Takk sömuleiðis. Framkvæmdastjórn Tónkvíslarinnar hefur unnið hörðum höndum við undirbúning keppninnar og loka undirbúningurinn hófst núna á miðvikudaginn var. Þá var byrjað að breyta þessu íþróttahúsi í tónleikahöll. Kíkjum aðeins á myndband sem var tekið þann dag. I didn't know that I could want you so deep until I saw you with someone who's not me. You got me playing in a game that ain't fair, but you're taking me there, you're taking me there. I can't help myself, it's human nature, human nature. Who's to say what's meant to be? Why can't we be on our worst behavior when it comes on naturally? I would like to get to know you, baby. Like to get under your sexy body. Hér ég komið með engan annar en Einar Höllu, tónlistamann og einn af 3 dómurum keppninnar. Það vita það kannski ekki allir en þú varst hérna við skólan þegar tónlistin byrjaði. Hvernig finnst þú hún hafa þroskast síðan þá? Þetta gríðarlega flott keppni. Það svolítið svoleiðis. Mikið í þetta lagt, alls þar. Algjörlega. Tókstu þátt í tónlistinni þegar þú varst hérna á þeim tíma? Já, ég tók þátt 1 árið. Svo var ég í hljómsveitinni í 2 ára örugglega. Hvaða lag tókstu? Það var með hljómsveitinni Bush og heitir Letting the Cable Sleep. Ég held að ég sé alltaf ungur til þess að reyna að vita hvaða lag það er, sko. Hvernig finnst þér annars keppendurnir hafa staðið sig hérna í kvöld? Það er bara rosa flott. Bara gríðarlega flott. Og öll umgjörð hljómsveitinni, ég verður að minnast það. Hún er alveg þrusi fín. Bara æðislega gaman að vera hérna. Hvað er næst á dagskrá hjá þér í tónlistinni? Nú er ég að vinna svona sólóefni. Ég er að gera svona rafskotið elektro-pop með skemmtilegu yfirvægi, svona syntum og skemmtilegheitum. Takk kærlega fyrir þetta, frændi. Við skulum nú fá að líta á myndband sem tekið var upp á 5. þegar hljóð og ljósabúnaður var settur upp. I stand in the desert, holding you closer, 'cause you're my heaven. I'd sail the oceans just to find you. I'd never give up, just for me to hold you. No matter what happens, I'll be by your side. I'll never let go through every sunrise. Your eyes shine like diamonds, our hearts beat in time. I know this is it, just say that you're mine. Næsti viðmælandi er engin annar en heiðursgestur kvöldsins, Jón Jónsson. Hann er að taka mynd með aðdáanda. Byrjum á vinsælustu spurningu landans. How do you like Laugar? How do I like Laugar? Ég verð að viðurkenna að ég kom með flugi rétt áðan og keyrði hingað í myrkri og en ég fann það á mér hvað væri fallegt í kringum mig, sko. Þannig að ég hlakka til að kíkja á þetta í fyrramálið og kynnast þessu magnaða plássi. Já. Nú ertu standur í 100 manna heimavistarskóla út í sveit.
Kemur umgjörð keppninnar eitthvað óvart? Já, staðfest. Það tók á móti mér bara fólk með einhverja headphones og eitthvað já, þú ert on eftir þetta marga mínútur og eitthvað og ég bara eitthvað, hvert og hvað er ég að gera? Förðun, er ég að fara í förðun? Hvað er að gerast hérna? Og svo sé ég bara eitthvað fullt af áhorfendum og bara 21 atriði eitthvað, ég bara, þetta er geggjað sko. Ég var búinn að heyra góða hluti en þetta samt sem áður komur óvart. Þú ætlar að koma fram í hlénu sem dómararnir hafa til að ákveða sig hérna eftir. Við hverju megum við búast í prógramin hér? Ég held að sé eitthvað svona bara mjög basic JJ stuff, þar sem að ég vonandi næja að plata áhorfendur til þess að taka eitthvað þátt í að syngja og jafnvel dansa eða klappa sko. Ég ætla ekkert að flækja þetta sko, ég verð ekki í neinum glanskalla eða með eitthvað konfetti sko, en þetta verður bara einlægt og skemmtilegt. Ég er allavega mjög spennt og hlakka til að sjá og heyra eftir. Takk fyrir þetta. Sömuleiðis, góða skemmtun. Haus. Nú skulum við líta á myndband frá gærdeginum þegar síðustu handtökin voru lögð á verkið. I was the knight in shining armor in your movie. Would put your lips on mine and love the aftertaste now. I'm a ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason I'm alone and masturbate. I've been trying to fix my pride, but that shit's broken. That shit's broken. Lie, I tried to hide, but now you know it. That I'm at an all-time. Hér ég komið með skólameistara framhaldsskólans á Laugum, hann Sigurbjörn Árna Arngrímsson. Segðu mér Bjössi, hvaða þýðingu hefur keppni og borðið þessa fyrir skólan og nemendur hans? Þetta náttúrulega gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að hafa svona keppni því að nemendur læra svo mikið, þeir fá að taka þátt í öllu. Það ekki bara þeir sem syngja, heldur þeir sem eru að búa til sviðið, skreyta salinn, setja allt upp, tæknimennirnir, förðunardeildin og allir pródúsentarnir á bakvið. Þetta náttúrulega, menn læra ótrúlega mikið og þetta alveg raunverulega ótrúlega mögnu keppni. Þegar ég kom inn í fyrra og hefði ekki trúið að þetta væri svona magna. Ég bara svona datt af mér kjálkinn, sko, neðri kjálkinn. Þannig að þetta svona, og ég held að þau læri jafnvel meira á tónlist heldur en okkur og öðru sem við kennum inn í skólanum. Akkurat. Nú ert þú gamall nemandi við skólan. Heldur þú að þú hefur tekið þátt í keppni en hefur verið sama á leveli og hún er núna? Sko, ég reyndi nú að fá að taka þátt í fyrra í kennaraatriðinu eða starfsmannaatriðinu og mér var meira að segja bannað. Ég mátti ekki einu sinni vera dansari, allt hnikkar að kenna, þannig að ég er nú með mína söngrödd, hugsa ég þannig og ég hefði nú ekki ég hefði sennilega verið beðinn að taka ekki þátt á sínum tíma, sko. En þetta var ekki svona, það var auðvitað mikið tónlistarlíf í skólanum þegar ég var, en ekki svona keppni. En við eins og þvældust út allt og kepptum í íþróttum. Þú átt slattað hestu, Bjössi. Hvar kaupir helst fóður handa þeim? Það náttúrulega bara bústólpi allan tíman, alltaf bústólpi. Já, bústólpi eina málið. Takk fyrir spjalli, Bjössi. En næst ætlum við að sjá tónlistarmyndband sem stjórn nemendafélags framhaldsskólans á Laugum gerði nú í haust. Vera hér heitir það og fjalla það skólan og félagslífið. Gjörið þið svo vel. Ég lendur, kom inn í Reykjadal, Tröllasteinn, Álfasteinn og Guðmundur Aðalsteinn. Dalakofinn, ósofinn, langar helst upp á vist, upp í rúmið animist. 4. árið, hvað er að gerast, góði Guð, ég vil aldrei fara héðan. Taktu eftir, hér á ég heima, þessum stað verður seint hægt að gleyma. La Dolce Laugar, ég perfetto, uno, dos, tre, quattro, cinco, seis, sette. Lít upp félagi, þú ert að missa af, sjáðu skólan sem ég frái, tækifæri á hverju strái.
Grunnskólinn búinn. Frá mömmu pappa ég flúinn. Hættu nú að slóra og gætti þennan skóla. 1925 blessi þetta Laugalíf. Ég vil ætíð vera hér. Já, ég vil hafa þig með mér. Við svífum saman heiminn hátt. Þetta stefnir allt í rétta átt. Ég verð þér, ekki fara niður. Hér með þér, við förum ekki neitt. Vakna í bítið, í takt við bítið. Rankaði við mér út á torgi, djöfull var það skrítið. Ég að kreifa þetta svæði hér Laugalíf. Frábært þessi gaur allsber. Skólameistarinn, hann á pari. Keisari, frelsari, stundum hann boxari. Hvað ég að gera hér? Mér líður ekki vel. Hengt þráinn, fellir tárin, ég vil bara vera hér. Keiko ekki bara okkar maður, hann kemur til að vera í Vestmannaeyjum. Hann verður mesta aðdráttarafl í Vestmannaeyjum, stærri Lærðu að njóta, veldu sælda líf. 1925, ég elska þetta Laugalíf. Ég vil ætíð vera hér. Já, ég vil hafa þig með mér. Við svífum saman heiminn hátt. Þetta stefnir allt í rétta átt. Langur dagur. Sjáðu þennan skóla, já, djöfull hann fagur. Fæ mér blund í góða klukkustund. Læt mig dreyma, ekki gleyma, þarf að mæta í kennslustund. Klukkan tifar, ég þarf að útskrifast en málið ég vil aldrei fara héðan. Lærðu að njóta, veldu sælda líf. 1925, ég elska þetta Laugalíf. Ég vil ætíð vera hér. Já, ég vil hafa þig með mér. Við svífum saman heiminn hátt. Þetta stefnir allt í rétta átt. Nú hléð að vera búið. Við höldum áfram með Tónkvíslina 2017 í beinni útsendingu hér á N4 eftir stuttar auglýsingar. When she's okay, then I'm alright. She's awake, I'm up all night. Nothing really matters. Nothing really matters. I see her face, and in my mind I seize the day whenever she's nearby. It's like nothing really matters. No, nothing really matters. She completes me, it's how she reads me, right or wrong. It's so clear she's all that I need, all I need, yeah. I know what it feels like, I know what it feels like. Swimming through the stars when I see her, and I don't need her 'cause I breathe her. I know what it feels like. I know what it feels like. Yeah. Breathe her, breathe her. Every time I see her. Every time I see her. When I'm lost, I need a
She leads the way, and I'll be fine. Nothing really matters. Nothing really matters. She completes me, it's how she reads me, right or wrong. It's so clear she's all that I need, all I need, yeah. I know what it feels like. I know what it feels like. Swimming through the stars when I see her. And I don't need her 'cause I breathe her. I know what it feels like. I know what it feels like, yeah. Breathe her, breathe her. Every time I see her. Every time I see her. Every time I see her. Oh, every time I see her. Oh, no. If she's okay, then I'm alright. She's awake, I'm up all night. Nothing really matters. Nothing really matters. Takk fyrir. Hér á undan fengum við að sjá vinningsatriði frá því í fyrra, en það var Elvar Baldinsson með lagið Nothing Really Matters með Mr. Probs. Með honum komið fram Guðjón Jónsson á píanó og Marja Thor á fiðlu. Djöfull Elvar samt orðinn kjöthæður. Ha? Hann greinilega búinn að vera að byrgja sig upp á kjöti frá norðlenska. Það fer ekki fram hjá neinum. En nóg það. Næsti keppandi hún Klara Hrund frá Borgarhólsskóla og hún mun flytja lagið Brand New Moves með Hey Violet. Endilega klappi fyrir Klöru Hrund. Ég heiti Klara Hrund og ég í Borgarhólsskóla. Ég ætla að taka Brand New Moves og ég veit ekki eiginlega af hverju ég tók, það var bara skemmtilegt lag og ég held að þetta myndi koma svolítið vel út. Uppáhalds söngvari örugglega Luke Hemmings í 5 Seconds of Summer. Ég held að ég hafi bara svolítið byrjað að syngja sjálf, eða það var eiginlega enginn sem vildi mér innblásið. Ég ákvað að taka þátt í tónkvíslinni vegna þess að mér finnst mjög gaman að syngja á sviði og fyrir framan fólk og mér finnst líka bara æðislega gaman að syngja. Lag númer 12. Brand New Moves. Klara Hrund. Unlocking, you're the key, so open me, come on, open me. You can have me any way you like, yeah. I'm right here, so pour yourself all over me, all over me. Treat me wrongly, baby, feels alright, yeah.
last time we danced, I learned some brand new moves. And since the last time we kissed, I learned a thing or two. I wanna try them on you. Brand new move. I wanna try them on you. Brand new moves. I wanna try them on you. Brand new moves. I wanna try them on you. I wanna try them on you. Brand new moves. I wanna try them on you. I wanna try them on you. Næst á svið eiturhress ung stelpa frá framhaldsskólanum á Laugum. Hún að taka þátt í fyrsta sinn en ekki hrædd við áskorun og ætlar að taka lagið Fight Song sem upprunalega flutt af Rachel Platten. Bjóðum hana velkomna á svið, Þórey Hekla! Ég heiti Þórey Hekla og ég kem úr Laugarskóla. Ég ætla að taka lagið Fight Song út af því að það bara merkir mjög mikið fyrir mig. Uppáhaldssöngvari minn. Ég get ekki verið söngvari en söngkona þá er þetta James. Ég ákvað að taka þátt í tónquist bara því að ég er svo athyglisjúk og ég elska að standa upp á sviði. Ég er spennt fyrir keppnina en samt líka smá stressuð. Lag númer 13. Fight Song. Þórey Hekla. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say, wrecking balls inside my brain. I will scream them out tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My powers turn on steady right now. I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes. 'Cause I've still got a lot of fire left in me. Losing friends and I'm chasing sleep. Everybody's world without me. In too deep. Say I'm in too deep. And it's been 2 years, I miss my home. But it's fire burning in my bones. I still believe. Yeah, I still believe. And all those things I didn't say, wrecking balls inside my brain. I will scream them out tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My powers turn on steady right now. I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care
a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My powers turn on. Start it right now. I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes. 'Cause I still got a lot of fire left in me. No, I've still got a lot of fire left in me. Takk fyrir. Nú komið að hæfileikaríkum ungum manni sem gengur í Þingeyjaskóla. Hann ætlar að taka í geysi vinsæla lag Vor í Vaglaskógi í útgáfu Kaleo. Gefið Stefáni Boga gott klapp! Ég heiti Stefán Bogi Aðalsteinsson og ég kem úr Þingeyjaskóla. Ég ætla að taka lagið Vor í Vaglaskó með Kaleo. Takk að mér finnst það bara mjög fallegt og að tala til mín. Það eru mjög margir í uppáhaldi en þeir uppáhalds eru hlusta mjög mikið á MC Gauta. Já, ég er smá spenntur og smá stressaður móti. Ég fekk eiginlega innblásturinn frá tónlistarkennarum mínum til að byrja að syngja. Lag númer 14. Vor í Vaglaskógi. Stefán Bogi.
Takk fyrir. Við viljum biðjast afsökunar á tæknilegu örðugleikunum sem urðu hérna sér stað. En nú stígur á svið ung og stórglæsileg kona á framhaldsskólanum á Laugum. Hún ætlar að taka rólega útgáfu af laginu Oops, I Did It Again sem upprunalega flutt af Britney Spears. Þetta engin önnur en Guðrún Helga! Ég heiti Guðrún Helga og ég er á framhaldsskólanum á Laugum. Ég ætla að taka lagið Oops, I Did It Again sem rólegri útgáfa og af því mér finnst það mjög flott og skemmtilegt. Þetta í fyrsta skipti sem ég tek þátt í tónhvísl. Ég ákvað að taka þátt í tónhvísl út af því að það gefur mér tækifæri og það er rosalega gaman að koma fram. Hæ mamma! Lag númer 15. Oops, I Did It Again. Guðrún Helga. Oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Ooh, baby, oops, you think I'm in love. I said from above. I'm not that innocent. Think I did it again. I made you believe we're more than just friends. It might seem like a crush, but that doesn't mean that I'm serious. 'Cause you saw my senses. It's just so typically me. Oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the games. Ooh, baby, oops, you think I'm in love. I said from above, I'm not that innocent. See, my problem is this, I'm dreaming away, wishing that heroes, they truly exist. I'm crying watching the day. You see, I'm a fool in so many ways, 'cause you saw my senses. It's just so typically me. Oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the games. Ooh, baby, oops, you think I'm in love. I said from above, I'm not there. Oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the games. Ooh, baby, oops, you think I'm in love. I said from above, I'm not there. Oh. Da 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 da. Takk fyrir. Næst stígur á svið ung og hress stúlka úr Borgarhólsskóla. Hún ætlar að taka lagið Father's Eyes. Við skulum gefa Hjördísi gott klapp. Ég heiti Hjördís og ég kem úr Borgarhólsskóla. Ég ætla að taka
Father's Eyes af því mér finnst það leiðilegt. Þetta í fyrsta skipti sem ég tek þátt í Tónkvísl. Ég hef verið að syngja síðan ég var lítil. Mamma mín veitti mér innblástur í að syngja af því að hún söng alltaf fyrir mér þegar ég var lítil. Ég tók þátt í Tónkvísl af því mér langaði að koma saman. Ég mjög spennt fyrir keppninni. Lag númer 16, Father's Eyes, Hjördís. Hanging on the wall, and watch the colors fade away. Tell the world we have been a lie. All this time we've spent. I could tell myself that I have done all that I could do. If that would take the pain away, tell the world we lost it, baby. I'm not done here yet. I know that people think our love is like a fantasy. I know that no one seems to understand what I see when I see with my father's eyes. I see with my father's eyes. Fire, and I've tried risking all I am to let you go and kill the pain. Oh, my heart can burn so many times. I am proof of that. And I could paint a picture of your heart hanging on a wall, and I would never walk away. I would stand there asking myself why I'm not broken yet. Oh, I know that people think our love is like a fantasy. I know that no one seems to understand what I see when I see with my father's eyes. I see with my father's eyes. I know that everybody says you've not been good to me. They just don't realize I'm nothing if I set you free. I see with my father's eyes. I see with my father's eyes. Oh God, I see it in my father's eyes. I see it in my father's eyes. Já, við þökkum Hjördísi kærlega fyrir þennan flutning. En það margt sem hefur breyst á þessum 12 árum sem Tónkvíslinn hefur lifað. Meiri og meiri tæknibúnaður leiður hvert ár og mönnum fjölgar í hvert starf. Hér geymum við þá Benna og Helga. Sælir strákar? Algjöru mistarar. Herðu, en ég ætla að sýna ykkur hvar við geymum mynd og hina hljóðmennina sem stjórna útsendingun okkar. Sko, þannig mál með vexti, við þurfum að fara aðeins lengur út í bíl. Hann fullur af tækjabúnaði, dóti og að sjálfsögðu fólki. Í þessum bíl geymum við sennilega mikilvægasta mannin sem kemur fram í þessari keppni. Hann að vísu á bak við tjöldin
og það sjá hann fæstir, en þetta hann Hlynur. Ég ætla að fara hérna inn í þennan rosalega bíl og ég ætla að reyna að finna Hlyn. Þetta ekkert smá stykki, maður. Það bara bakdyr og alles. Og hundur. Fyrsta sem tekur á móti manni þegar maður kemur hérna inn, það hundur við stjórnborðið. Sæll. Sæll, Hlynur. Hvað segirðu gott? Bara allt fínt. Ekki, hvernig finnst þér þetta að gengið í kvöld? Alveg frábælega. Pínun hökraður en þetta ekkert mikið mál. Nei. Herru, ég ætla að fá að spyrja það nokkrum spurningum, bara svona einföldum. Hvað mest krefjandi við keppni eins og tónlistina? Að finna eitthvað nýtt. Finna eitthvað flott gimmick svona til að toppa árið áður. Það einmitt það. Og hvaða breytingar finnst þér verða á þessu 12 ára ferli? Alveg heilmiklar. Þetta byrjaði bara sem lítil skólakeppni. Svo bara af því metnaður var lagður í þetta ár eftir ár. Það bara hefur þetta stækkað og eru flottar og flottar. En þú veist, hvað það sem að lætu þig vilja koma aftur til okkar og taka þátt í þessu verkefni? Bara mannskapurinn sem hérna. Það eru allir svo tilbúnir að hjálpa og bara græja hlutina. Það aldrei neitt vandamál hérna, bara lausnir. Takk fyrir þetta, Hlynur, og gangi ykkur vel hérna í kvöld. Takk fyrir. Já, hann Hlynur Þór Jensson alveg engum líkum. Hann með þetta, kallinn. En ég ætla að reyna að rata út ef ég get það. Hérna stíginn. Hérna stíginn upp í bílinn. Akkurat. Ég ætla að reyna að koma mér hérna inn aftur, ef að aðstæður leyfa. Það samt ekki eftir neina að bíða. Við verðum eiginlega að halda áfram þessari veislu. Það ekki? Má ég heyra, krakkar, come on. Ég mjög ánægður með þetta. Mjög ánægður með þetta. En það komið að einum ísköldum Reykdæling sem að taka þátt í 4. skipti í þessari keppni. Hann ætlar að taka fyrir okkur lagið Þú átt mig ein eftir Villa Will. Hann ætlar að fá undirspil frá hljómsveitinni sinni Galilei. Gefum honum gott klapp. Þetta Freyþór Hrafn Harðarsson. Ég heiti Freyþór Hrafn og ég kemur framhaldsskólanum Laugum. Ég ætla að taka lagið Þú átt mig ein og bara fallegt lag. Fyrsta íslenska lagið sem ég tek í þessari keppni. Ég hef verið að syngja síðan árið 2015 eftir að ég tók lagið Take Me to Church. Hljómsveitin Galilei og Guðjón, hljómsveitarstjóri, veittu mér innblástur í að byrja að syngja. Í ár ákvað ég að taka þátt í tónlist vegna þess að þetta síðasta ára mitt og ég gat ekki sleppt í. There's a limit to your love, your love, your love. Lag númer 17. Þú átt mig ein. Freyþór Hrafn.
sé líkt ég birtist og stend hér við hlið. Næst stígur á svið ung og efnileg stúlka á framhaldsskólanum á Húsavík. Hún ætlar að flytja okkur lagið Lost Boy með Ruth B. Gefið Margréti Ingu gott klapp. Ég heiti Margrét Inga og kem úr framhaldsskólanum á Húsavík. Ég ætla að taka á lagið Lost Boy með Ruth B og ég ætla að taka á því að mér finnst það fallegt og ég hef verið að æfa mig að syngja það heima. Ég byrjaði að syngja í kór þegar ég var 8 ára. Uppáhaldssöngurinn minn er Adele og það er á því að hún semur góð lög og hún er frábær söngkona. Já, ég er spennt fyrir keppninni og ég er líka mjög stressuð. Lag númer 18, Lost Boy, Margrét Inga. There was a time when I was alone, nowhere to go and no place to call home. My only friend was the man in the moon, and even sometimes he would go away too. Then one night I closed my eyes, I saw a shadow flying high. He came to me with the sweetest smile, told me he wanted to talk for a while. He said, Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Never since that day I am a lost boy from Neverland, usually hanging out with Peter Pan. And then we played in the woods, always on the run from Captain Hook. Run, run, lost boy, they say to me, away from all of reality. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. He sprinkled me in pixie dust and told me to believe in him and believe in me. Together we will fly away in the cloud of green to your beautiful destiny. As he soared above the town that never loved me, I realized I finally had a family. Soon enough we reached Neverland. Peacefully my feet hit the sand, and there
I am a lost boy from Neverland, usually hanging out with Peter Pan. And then we played in the woods, always on the run from Captain Hook. Run, run, lost boy, they say to me, away from all of reality. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. Peter Pan, Tinkerbell, Wendy, darling, even Captain Hook, you are my perfect storybook. Neverland, I love you so, you are now my home sweet home forever, a lost boy at last. Forever, a lost boy at last. Þá röðin komin að stórglæsilegri stúlku frá Borgarhólsskóla og ætlar hún að flytja fyrir okkur lagið Say You Won't Let Go með James Arthur. Bjóðum Aþenu Marey velkomna á svið. Ég heiti Aþenu Marey og ég kem úr Borgarhólsskóla á Húsavík. Ég ætla að taka Say You Won't Let Go með James Arthur, bara til mér finnst þetta mjög fallegt lag. Já, ég hef verið mjög lengi að syngja síðan ég var svona 5 ára. Uppáhaldssöngvari minn er Ariana Grande og Little Mix. Ég held bara að mamma mín hafi veitt mér innblástur að syngja og systir mín líka. Ég ákvað að taka þátt í tónquist út af systir mín Victoria. Hún tók þátt í tónquist og mér langaði það. Já, ég er mjög spennt fyrir keppninni. Where are you now? Lag númer 19. Say You Won't Let Go. Aþena Marey. As though I wasn't enough. We danced the night away. We drank too much. I held your head back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest. Then you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you never know. 'Cause I played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. I wanna stay with you until we're growing old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. I'll take the kids to school, wave them goodbye. I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder for a minute, I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, true love is beautiful as ever, and I swear that every day will get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than the world is
when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise to death we part like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me until we're gray and old. Just say you won't let go. 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 Næstur á svið er glæslegur drengur úr framhaldsskólanum á Laugum, en hann ætlar að flytja lagið Múta með Rammstein. Takk vel á móti Bjarti Ara! Ég heiti Bjartur Ari og ég er í framhaldsskólanum á Laugum. Ég ætla að taka lagið Múter með Rammstein út af því að það verður þýskuverkefni hjá mér. Uppáhalds söngvararnir mínir eru Johnny Cash, Chris Kristofferson og Randy Blythe í Lamb of God. Ég ákvað að taka þátt í tónvísl út af því að það væri gott lokaverkefni mitt í þýskuáfangunum sem ég er að taka. Sá sem veitti mér innblástur í að byrja að syngja það var Eyþór Darri því að hann er bara svo yndislegu gæi. Ég vil þakka Ómari Smára og Guðmundi Kára fyrir að koma alla þessa leið og horfa á mig syngja. Lag númer 20. Múta, Bjartur Ari. Die treinen Kaiser Kinderschar, ich ziehe auf ein weißes Haar, werf in die Luft die nasse Kette und mutzt mir, dass ich deine Mutter hätte. Keine Sonne, die mir scheint, keine Brust hat Milch geweint. In meiner Kelle steckt ein Schlauch, hat keinen Nabel auf dem Bauch. Mutter! Ich durfte keine Nippel lecken und keine Falte zum Verstecken. Niemand gab mir einen Namen, gesucht in Hast und ohne Samen. Der Mutter, die mich nie geboren, hab ich jede Nacht geschworen, es wird dir eine Krankheit schenken und wird den Fuß versenken. Stirnen Muttermal, entferne es mit Messerskuss, als wenn ich daran sterben muss. Mutter!
til. Þetta var ekkert nema geðveikt, má ég heyra það fyrir Bjarti Ara? En það samt sem áður komið að síðasta atriðinu í þessari keppni. En það einmitt ungu og efnileg stúlka frá Borgarhólsskóla. Hún ætlar að flytja fyrir okkur lagið Made of Stars með Hófi Star. Í þessu lagi ætlar hann Eyþór Alexander Hallsson að spila undir á píanó. Við skulum gefa henni Hafdísi Ingu gott klapp. Ég heiti Hafdís og ég á Borgarhólsskóla. Ég ætla að taka lagið Made of Stars. Það var í Eurovision í fyrra og mér finnst það bara mjög fallegt lag. Og bara taka það. Ég að taka flötuskrift og þetta tónlist. Ég sungi bara síðan mann eftir mér. Mamma mín veitti mér einhvers fyrir að syngja, bara því að ég veit ekki okkur sig. Ég ákvað að taka þátt í tónlist því að mér finnst það mjög gaman að syngja og koma fram. Ég er mjög spennt. Ég vil bara segja góða skemmtun og vonandi njótið þess stað. Lag númer 21, Made of Stars, Hafdís Inga. A language I don't understand. You speak, I listen. I'm your friend. Take my hand, a million faces, tied and changed. You ride a black horse in the rain. Don't escape, no more, no more, no more, no more. 'Cause we are all made of stars, silver fragments falling. We are made of stars. We are made of stars, searching for that secret promise. Made of stars. You heal me, you fill me, ignite a flame within me. Begging you don't escape. No more, no more, no more, no more. 'Cause we are all made of stars, silver fragments falling. We are made of stars. We are made of stars, searching for that secret promise. Made of stars. Tell me that you understand. Come in close and take my hand. Let's float across the sky like there's no floor and there's no ceiling. And dance with me like we are made of stars. 'Cause we are, 'cause we are, we are, we are, we are, we are made of stars, silver fragments falling. We are made of stars. We are made of stars,
þá höfum við fengið að sjá öll atriði kvöldsins. Já, þetta búin að vera mikil veisla og ekki bara hér hjá okkur, kæru áhorfundur í sal, heldur einnig heima í stofu hjá áhorfundum á N4. Mér finnst við ættum að gefa þessu dugmikla og hæfileikaríka unga fólki sem hér hefur komið fram í kvöld gott klapp. Nú langar mig til að biðja dómara kvöldsins að fara núna afsíðis og komast að niðurstöðu hverju lentu í 3 efstu sætunum í keppni kvöldsins. Við sjáum ykkur eftir dómarar. Hákon, hvert að fara? Peningur. Og hvað ætlað þú að gera við 100 krónur? Bara henda þessi á reikning minni og Sparisjóði Suður-Þingeyinga. Veistu hvað ávaxta þetta vel? Það verður þúsar árin, ég veit af því, sko. Já, áhorfendur góðir, eins og fram hefur komið áður eru það þið sem veljið vinsælasta atriði kvöldsins. Til að hjálpa ykkur við valið skulið þið rifja upp lögin 21 og símanúmer þeirra. Til að kjósa hringið því í númerið 991 og svo númer lagsins. Við minnum á að atkvæði kostar 129 krónur. Eftir upprifjunina hafið þið 1 mínútu til þess að kjósa. Manst ekki eftir mér. Eyþór Kári. 991-01. I have a dream. Sandra Björk. 991-02. The Climb. Jóhanna Lilja. 991-03. I still haven't found what I'm looking for. Hugrún Birta. 991-05. Eyes Wide Open. Anna Birta. 991-06. Hurt. Steinar. 991-07. My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. Torn. Friðrika Bóen. 991-08. Saving All My Love For You. Gabriela Sól. 991-09. Make You Feel My Love. Ljósbrá, Sandra og Hulda. 991-10. It G-Ma. Bjartur Ari og Brynjar Helgi. 991-11. Brand New Moves. Klara Hrund. 991-12.
Fight Song, Þórey Hekla, 991 13. This time, this is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My powers turn on. Steady right now, I'll be. Vor í Vaglaskógi, Stefán Bogi, 991 14. Oops, I did it again. Guðrún Helga, 991 15. Got me low, 'cause from above, I'm not there. Oops, I did it again. I played with your, got lost in the games. Ooh, baby. Father's Eyes, Hjördís, 991 16. Seems to understand what I see when I see with my father's eyes. I see with my father's eyes. I know that everybody. Þú átt mig ein, Freyþór Hrafn, 991 17. Lost Boy, Margrét Inga, 991 18. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. He sprinkled me in pixie dust and told me to believe in him and believe in now. Say You Won't Let Go, Athena Mari, 991 19. I wanna dance with you right now. Oh, true love is beautiful as ever, and I swear that every day will get better. You make me feel this way somehow. Múta, Bjartur Ari, 991 20. Maid of Stars, Hafdís Inga, 991 21. We are made of stars, silver fragments falling. We are made of stars. We are made of stars. Glæsilegt. Við vonum að þessi upprifjun hafi hjálpað ykkur að velja ykkar uppáhaldsatriði. Og munið, hvert atkvæði skiptir máli. Því veittir verðlaun fyrir vinsælasta atriðið og þar ráðið þið öllu. En nú komið að gesti kvöldsins, en hann ætlar að skemmta okkur á meðan dómararnir ákveða sig. Við skulum gefa honum gott klapp. Hér engin annar en Jón Jónsson! Góð kvöldi, gott fólk. Takk fyrir hlýjar móttökur. Verð að fá að byrja á því að hrósa ykkur fyrir þetta geggjaða kvöld. Ég var búinn að heyra góða hluti, en þetta kom mér algjörlega opna skjöldu. Þvílík umgjörð og þvílík gæði í gangi hérna. Til hamingju með þetta öll sömul. Bara, ég veit þið voru að klappa rétt á hann, en klappið fyrir öllu dæminu bara 1, 2 og núna. Takk fyrir mig og góða skemmtun. Ja, oppa sí, eitt brandari þarna. Heyrði, svo gaman að vera hérna fyrir aftan og hitta keppendur og svona og hann kom inn á mig, inn í klefa
þetta átti ekki að hljóma svona kynferðislega, en hann kom sem sagt inn þegar ég var einn í klefanum, svo kemur hann inn, hann Freyþór sem var að keppa á hann, og hann heyrði að ég var eitthvað að guttla á gítarinn og hann endaði á því sem sagt við vorum búin að spjalla daginn og veginn og að mana mig til að taka þetta lag, og þetta bara lag sem ég raun og veru, ég hef ekki eins og tekið upp eða neitt sko, en ég ætla samt bara að fá að byrja að taka þetta lag, þú veist. Það bara YOLO hérna, skilji, you only live once, skilji, þú veist. Þannig ég fæ bara að deila því hérna með ykkur og ekki nóg með þess að ég deila, ég ekki í beinni á N4 líka, eða? Ha? Það allt að gerast hérna. Þannig að þið sem eru að horfa heima, N4, endilega hækkið vel núna. Þetta er rólegt lag hérna. Wondering how long it's been since I saw your face. I miss touching your skin and your warm embraces. The sense I'm keeping within, it just can't be replaced. I still love it when things we went different places. I know it ain't over, we'll overcome. Slowly get closer, lost and alone, trying to find my way back home to where I belong. Oh, I'm lost and alone, trying to find my way back home to where I belong. 'Cause you were my own. You were my own. You still live in the same room, your minds are far apart. The love that used to be blooming is now a fading heart. And life was lost in your womb, and everything went dark. And now we need to resume, we deserve a new start. And no, it ain't over, we'll overcome. And slowly get closer, lost and alone, trying to find my way back home to where I belong. I'm lost and alone, trying to find my way back home to where I belong. Cherish each other again. Let's cherish each other again. Let's cherish each other again. Let's cherish each other again. I'm lost and alone, trying to find my way back home to where I belong. I'm lost and alone, trying to find my way back home to where I belong. 'Cause you were my own. You were my own. You were my own.
Jóló. Thank you. Thank you. Ég veit ekki hvort að N4 sé einhverju alþjóðlegu samstarfi. Thank you guys for watching. Herri, þið ekki til í að, þú veist, nú eru þið búin að sitja og vera stillt og svona megið eiginlega ekkert segja á meðan allt í gangi af því að þú veist, það verið að dæma keppendur og svona, en það enginn að dæma mig. Þannig að þið megið núna aðeins svona loosen up, taka þátt jafnvel í einhverju ævintýri með JJ. Hvernig líst ykkur á það? Eitthvað svona smá svona Shani. Ok, þá tökum við lag eftir listamann sem að kalla sig J in and J out. Það er ég. Og sem er svona, ég er að vinna með þetta núna. Það er svona eins og day in and day out nema það setur J in í staðinn. Ok, lagið heitir Gefðu allt sem þú átt og þið þurfið einhverju true fans í salnum með. Þannig að ég elska Woo sko, sérstaklega hvernig er stemningin? Woo! Sem er ekkert svar sko, en samt bara þú veist góð! Nei, ok. Þegar ég segi gefðu allt sem þú átt, þá segið þið allt sem þú átt á móti, ok? Ekki nóg með það heldur það er nefi í loft sko. Það gefur smá extra power, ok? Við ætlum að taka æfingu sko, þannig að þið svarið mér og svo tökum við alltaf saman allt sem þú átt. Ok, það er æfing á hann fyrir mig lagið. Ég verð að heyra í ykkur almennlega, þú veist. Það er fólk heima í stofu að horfa og hlusta. Það verður líka að fá smá feeling fyrir því hvernig þetta er þetta, ok? Þannig að ekkert vera feiminn núna. Það er myrkurinn í salnum, það er enginn eitthvað Nonni, falskur. Það er ekkert svolítið. Ok, prófum við þetta. Gefðu allt sem þú átt, ekkert án erfiðisfór. Gefðu allt sem þú átt, þannig markmiðin næst og svo saman. Og gefðu allt sem þú átt. Nákvæmlega að segja. Allt sem þú átt, draumurinn getur rætt. Herðu, þið eru enn og aftur að stimpla ykkur sem bara einhver geggjuð veisla samkoma / söngkeppni. Þetta er ekkert hægt sko. Þvílíkar undirtektir maður. Já, klappið bara, klappið. Á meðan með þér blæs, grifstu þá þessa gæs. Á morgun mögulega allt sem liði hjá. Stefnir á næsta stig, þú þarft að reyna á því. Þú veist að stóðan líta, bíða bara og sjá. Tilbúin. Að gefðu allt sem þú átt, að gert án erfiðisfór. Þú gefðu allt sem þú átt, þannig markmiðin næst. Og gefðu allt sem þú átt, allt sem þú átt. Og draumurinn getur ræst. Þér fannst þú fjarri gær, en núna mjakast nær. Á morgun dyrnar munu glennast upp á gá. Því ef þú gefur allt, þú elskar þúsund hvar. Sá sigur sætastur sem þú veist þú skilur á. Þú gefur allt sem þú átt, að gert án erfiðisfór. Þú gefur allt sem þú átt, þannig markmiðin næst. Þú gefur allt sem þú átt, allt sem þú átt. Og draumurinn getur rætt. Allir taka létt af mjamið. Á þú virtist að bandi. Þú núna færist nær landi. Þá er alveg sem það standi. Skrifað í skín, yeah. Gefðu allt sem þú átt, að gert án erfiðisfór. Þú gefðu allt sem þú átt,
vonandi markmiðin að smá heyra og gefðu tökum þetta aftur, gefðu einu sinni enn, gefðu í slow motion, gefðu Þið takkir svo lokatónin sem er, þú veist, ræst, sko, ok. Býtu ég eftir að segja smá áður. Draumurinn getur Wow, wow, what a crowd. Ha, þetta er geggjana. Það er að laga buxurnar eftir sparki. Fara svo upp alltaf þessar buxur. Herði, höldum áfram. Ég ætla að plata ykkur í alls konar rugl. Ha, þið eru svo góð, sko. Þetta er geggjað, við erum að nota þetta eitthvað. Við ætlum að fara yfir í... Vá, ég ætla að segja nafn á verslun sem nota þetta lag í auglýsingu fyrir 4 árum, en ég veit ekki hvernig auglýsingarnar eru, þú veist, hvort það eru auglýsendur og N4 eru reiðir, þannig ég ætla ekki að segja nafnið á verslunni. En það er sem sagt verslun sem með svona ákveðna tölustaf, eða þú veist, það var opnunartími, sem er ekki lengur opnunartímin, það er yfirleitt opið alla sólarhringa, en hérna, allavega, að hérna, ég ætla ekki að segja, Ok, og lagið heitir All You I, ok? Og sem að, þú veist, er ótrúlega gott nafn á lagið því að það er að eina sem þið þurfið að kunna, sko. Það er All You I, ok? Til þess að syngja og líka til að taka dansinn sem er All, maður sjá okkur gera All, nákvæmlega. Maður sjá okkur gera You. Maður sjá okkur gera I. Ok, nákvæmlega. Fólk, sumir voru að taka þetta eitthvað svona alveg rosaleg túlkun, ok, sem er bara jákvætt. En við ætlum semst að syngja með þessu og laglínan er þessi eftirminnilega laglína sem að sló svo rækilega í gegn hérna 2012 og fólk svona var bara, vá, frábær laglína, en hérna, og hérna, það er laglínan la 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 la, munni. Já, ég man, ok, það er all fyrst, 1, 2, 3, say Oh, så segir við you, svo segir við I. Ég verð að sjá fleiri taka hreyfinguna með, ok, við sögum all, say Oh, svo segir við you, maður heyrir hvað segja I. One time, representing Tónquist, let me say Oh, svo segir you, say maður heyrir hvað segja Ok, þetta er bara svona einfalt, þannig að alltaf kemur viðlag, þá gerir þetta og allir er feeling. Er það ekki something? Er það ekki? Er það ekki something? Ok. Today I feel a bit under the weather, but it cheers me just to picture us together. Hoping that love will last forever. And ever since the day when I first met you, I've been spending so much time just looking at you. But I must admit that I'll always be glad you gave me a chance. 'Cause when I look into the future, oh, all that I see is you and me and I. This love will last forever. Say, oh, all that I see is you and me and I. This love will last forever. Begin to be share a destination. Can you keep me on the ground like gravitation? Zoom it down for acceleration. 'Cause you
forever, forever. Oh, all that I see is you and me. Oh, this love that lasts forever, forever. I'll be on my knees, asking my Lord please to set this ring. That one day we're saying, hold each other's hand. Together we say, hey, hey, all this singing. Oh, my head goes at you. My head goes at I. Hanna erum að tala saman, þannig að það gengur. Okay? Við segjum all, við segjum. Say you. One time. Represent. Okay. Þetta er svo geggjað, ég veit að við heyra meira af þessu við segjum. Og við tellum upp á 4, við segjum. 1, 2, 3, go! Oh, all that I see is you and me and I. This love will last forever, forever. Oh, all that I see is you and me and I. This love will last forever, forever. Love, 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 love. Yeah, yeah. This love to last forever. Yeah, I want it to be you. Just share it with me, love. Just share it with me, love. Yeah, 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 yeah. And I can see your halo. Yeah, I can see your halo. I can see your halo. What? I can see your halo. I can see your halo. I can see your halo. Okay. Þið þurfið núna að taka bakgröðunar í heilóinu, sko. Það alltaf 2 svör á eftir hverju heilói, sko. Ok, við gerum þetta þannig. Þeir sem eru karlkynsið í salnum, þeir segja svara mér. Númer 2, eru dómarnir tilbúnir? Ok. Við tökum þetta bara, ég sé ykkur hana. Ok. Við tökum bara þetta, svo koma dómarnir, sko. Ok. Eru til? Gaurarnir, þið segið heilóið á móti mér og síðan koma stelpurnar og segja strax heilóið á móti, ok. Prófum þetta. I can see your halo. 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 Einu sinni. I can see your halo. 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 Halo. Dómararnir eru tilbúnir. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir þetta, Jón. Þetta var algjörlega frábært. Nú fer að styttast í að úrslitin verði ljós. Ég held við ættum að fá sjá hvaða verðlaun í boði fyrir 3. til 1. sæti í grunnskólakeppninni. 3. sætið í grunnskólakeppninni hlýtur gjafabréf frá hamborgarafabrikunni, gjafabréf frá Dalakónum, gjafabréf frá snyrtistofunni Karisma, gjafabréf frá skóbúð Húsavíkur, kertapakka frá plastiðinu Bjarg, gjafabréf frá ísbúðinu á Akureyri
og 2 miða í The Exploration Museum. Annað sætið í grunnskólakeppninni hlýtur heyrnartól frá Tiger, gjafabréf frá Brynju Ís, gjafabréf frá Dalakofanum, gjafabréf í klippingu frá Adele snyrtistofu, einnig í húsnæði gamla grunnskólans á Laugum. Gjafabréf frá Sölku upp á 16 tómmu pítsu með 2 áleggstegundum. Pakka frá Hvalasafnið á Húsavík. Kertapakka frá Plastiðinu Bjarg og 2 miða í The Exploration Museum. Fyrsta sætið í grunnskólakeppninni hlýtur gjafabréf frá Complete Vocal Studio í Reykjavík. Gjafabréf frá Brynju Ís, gjafabréf frá Dalakofanum, JBL hátalara frá Bíkó, Hvalaskoðun frá Sölku, Ritzenhof glas frá Kasa, kertapakka frá Plastiðinu Bjarg og gjafabréf frá Hótel Laxá. Vá, þetta meiri háttar dæmi. En nú skulum við fá að sjá hvað í vinning fyrir vinsælasta atriðið og 3. til 1. sæti í framhaldsskólakeppninni. 3. sætið í framhaldsskólakeppninni hlýtur sjampó og hárnæringu frá Rakara og Hárstofunni, gjafabréf frá Dalakofanum, gjafabréf frá Skóbúð Húsavíkur, gjafabréf frá Hamborgarafabrikunni, gjafabréf frá snyrtistofunni Lind, pakka frá Hvalasafnið á Húsavík, gistingu fyrir 2 á Húsavík Cape Hotel. Annað sætið í framhaldsskólakeppninni hlýtur gjafabréf frá Levi's, gjafabréf frá Rakarastofunni Arte, gjafabréf frá Dalakofanum, Nivea snyrtipakka frá Apótekarunum, gjafabréf frá Hamborgarafabrikunni, hátalara frá heimilistækjum, gistingu fyrir 2 á Húsavík Cape Hotel. Fyrsta sætið í framhaldsskólakeppninni hlýtur gjafabréf frá Arona, gjafabréf frá Akureyri Backpackers, gjafabréf frá Dalakofanum, myndatöku hjá Halldóru Kristínu, hljóðnema frá Tónabúðinni, pakka frá Hvalasafnið á Húsavík, Ritzenhof glas frá Kasa, gjafabréf frá 1862 Nordic Bistro og 2 miða í The Exploration Museum. Vinsælasta atriðið hlýtur gjafabréf frá Strikinu, gjafabréf frá Dalakofanum, vaskkanna frá Kasa, gjafabréf frá Fjölsmiðjunni og gjafabréf frá Sölku upp á 16 tómmu pítsu með 2 áleggstegundum. Já, þetta ekkert smá. Ég var alveg til að vera góður að syngja núna. Ha. En ég hérna meðan Bjart Ara. Múta! Hvað segirðu, Bjartur? Ég búinn að þekkja þig í næstu 1,5 ári. Ég vissi ekki að þú ættir í dýðir. Af hverju varst að fela þetta frá öllum? Það bara voðalega fáir sem að vita af þessu. Það einfaldlega út af því að þetta eitthvað sem þú vilt vera að sýna öllum, sko. Betra að koma óvart. Þetta sé alveg rétt hjá þér. Þetta var samt alveg klikkað. Ég vona að ég gangi fáránlega vel í kvöld. Ég þakka þér fyrir það, Hákon. En, ég meina, má ég fá að heyra stemminguna í grænaherbygginu? Þetta var eiginlega svolítið lélegt. Ég verð að fá að heyra þetta einu sinni, en aðeins að setja smá líf í þetta. Ha, í alvörunni, ætlaði ekki að taka aftur? Þetta bara einn fallegasti hópur af keppendum sem ég hef séð bara á öllum mínum 18 árum. Svona löngu 18 árunum. Ég ætla núna að gefa boltan yfir á Hrafnhildi því það eru komin úrslit. Daníel Örn, viltu færa með niðurstöðuna fyrir vinsælasta atriði kvöldsins? Vinsælasta atriði í kvöld Ljósbrá, Sandra og Hulda!
You ain't seen nothing like me yet. I can make you happy, make your dreams come true. Jæja, þá langar mig að fá að vita hver lenti í 3. sæti í grunnskólakeppninni. Ég ætla að biðja dómara að koma og færa mig niðurstöðu dómnefndar. Já, hvað segirðu? Voruð þið sammála valið 3. sæti? Já, þetta var nokkuð samhljóma hjá okkur. Hvernig fannst þið grunnskólanemendur standa sig? Frábærlega. Alveg sammálaður. Takk hérlega fyrir. Í 3. sæti í hópi grunnskólanema í Tónkvíslinni 2017 er Hafdís Inga Kristjánsdóttir! Niðurstöðu dómnefndar hver lenti í 2. sæti í grunnskólakeppninni. Hvaða þýðingu heldurðu að þátttaka í svona keppni hafi fyrir grunnskólanema? Hún hefur bara gríðarlega gott fyrir sjálfstraustið. Að efla sjálfstraustið. Það ekki hver sem kemur hérna og stígur upp á svið og syngur lag. Það er nokkuð gott. Þannig að ég óska ykkur til hamingju með þetta bara. Takk hérlega fyrir. Í 2. sæti í hópi grunnskólanema í Tónkvíslinni 2017 er Kristjana Freydís Stefánsdóttir! Komið að því. Mig langar að biðja dómara að færa mér umslagið sem geymir upplýsingar sigurvegarann í grunnskólakeppninni. Var erfitt að velja sigurvegarann? Já, af því að það voru svolítið margir góðir í þessari keppni. Við vorum samt mjög sammála sigurvegarann. Hvaða skilaboðum viltu koma á framfæri til þessa efnilegu krakka? Ekki hægt að syngja, bara láta reyna á það, ekki vera feiminn og bara að koma upp á svona svið og bara láta það vaða er bara frábært og ég er óbáslega ánægð með þessa keppni. Takk hérlega fyrir.
Eru þið tilbúin? Sigurvegarinn í grunnskólakeppni Tónkvíslar 2017 er Friðrika Bóel Jónsdóttir! Þetta var glæsilegt. Þetta var... Glæsilegir sigur. Já, ekkert smá. En hvernig líður þér? Þetta var fyrsta tónquizlið þín, ekki satt? Já, þetta var pínu stressandi en þetta tókst bara vel. Ánægð með þetta? Ætlarðu að vera aftur með okkur á næsta ári? Hver veit? Kannski ekki. Já. En meðan við erum að bíða eftir í að sigurvegarinn gerir sig klára til þess að endurtaka lagið sitt, þá höldum við bara áfram að spjalla. Já. Endilega, er ekki allt klárt? Hljómsveitin bara að koma sér fyrir. Gjörið þið svo vel. A man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you can beat the man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where I used to lie. Inspiration has run dry. On the floor, illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. I'm all out of faith, I'm already torn. So I guess the fortune tell us right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you cool beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's so many things that I can't touch, I'm torn. I'm all out of faith, and this is how I feel. I'm cold and I am ashamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky. I'm all out of faith, I'm
Þetta var svo sannarlega verðskuldað. En nú skulum við fá Guðmund Aðalstein, formann framkvæmdastjórnar Tónkvíslarinnar á svið. Hann ætlar að segja nokkur orð. Guðmundur, gjörðu svo vel. Ég ætla að byrja á að þakka bara fyrir virkilega skemmtilegt kvöld. Ég með klappa fyrir sjálfum mig. Ég ætla að byrja á því að þakka öllum þeim sem lögðu leið sinna hingað í íþróttahúsið á Laugum í kvöld. Og einnig vil ég þakka þeim sem horfðu heima í beinni útsendingu á N4. Nú ætla ég að kalla upp á sviðið fólki sem með mér í framkvæmdastjórn Tónkvíslar og vil ég allir hér í salnum gefa þeim gott klapp. Ég vil einnig nýta tækifærið og kalla Hönnu Sigrúnu Helgadóttur upp á sviðið. Hanna er sem sagt félagsmálafulltrúinn okkar. Hún er búin að leggja ótrúlega vinnu í þessu með okkur. Þetta er fólkið á bak við tjöldin sem búið að skipuleggja þessa keppni síðan í september síðastliðnum á síðasta ári. Þegar skólaárið okkar var að byrja. Þetta fólk sem stendur hér fyrir aftan mig á mesta rósaskíti. Það er búið að vera gaman að vinna með ykkur öllum og ég vil þakka ykkur fyrir gott samstarf. Núna vil ég nýta tækifærið að þakka nokkrum aðilum og fyrirtækjum fyrir hönd framkvæmdastjórnar. Við viljum byrja á að þakka öllum styrktaraðilum og öllum þeim fyrirtækjum og einstaklingum sem studdu við bakið á okkur á einn eða annan hátt. Þeir hjá Exton fá þakki fyrir að hafa verið svona góðir samstarfsaðilar undanfarin ár og fyrir að hafa stóran þátt í því að gera þessa keppni eins flott og hún er. Þá vil ég sérstaklega þakka þeim starfsmönnum sem hingað koma á keppninni í ár, þeim Helga Steinari, Benna, Einari, Ólafs Þóra og Stefáni. Sérstaklega þakki fá svo auðvitað Hlynur og hans samstarfsfólk sem stjórna útsendingunni. Án þeirra væri engin Tónkvísl, svo einfalt er það. Svo vil ég auðvitað þakka félögum okkur á N4 fyrir að sýna keppnina og gefa þar með fleirum kost á að sjá hana, þessa flottu keppni. SAH Bretti, Gunnar Ingi Rafverki, hinn skagfirski Sævar, Stefania og Rúnaberg á sérstaklega þakkir fyrir frábæra vinnu undanfarna daga og einnig viljum við þakka húsasmiðjunni fyrir efniviðinn í þetta flotta svið. Við þökkum svo líka öllu starfsfólki framhaldsskólans á Laugum fyrir virðingu í garð okkar og Hönnu Sigrúnu auðvitað fyrir frábær störf með framkvæmdastjórn. Við viljum svo að lokum þakka hljómsveitinni. Þetta er glæný hljómsveit, búin að standa sig virkilega vel. En það væri náttúrulega ekkert án Guðjóns Andra, án tónlistastjórans okkar sem búin að vera algjörlega magnaður. Takk, Guðjón. Tónkvíslaróparnir fá svo allir þakkir og allir þeir sem lögðu hönd á plóg. Og seinast en ekki síst vil ég svo þakka Óttari Jósefssyni og þeim fyrrum nemendum. Reyni Þrastafsson kom til dæmis alla leið frá Honduras til þess að vera hérna með okkur. Það var bara ekkert annað að þetta gera, bara að þakka fyrir okkur. Það er bara
ótrúlega skemmtilegt kvöld. Takk kærlega. Jæja. Þá komið að því að fá úrslitin í framhaldsskólakeppninni. Ég ætla að biðja fulltrúa dómnefndar að færa mér umslag með nafni þess aðila sem lenti í 3. sæti. Er það svo vel? Þakka þér fyrir. Hvað fannst þér framhaldsskólakeppnina? Það var mjög flott. Þetta allt æðislegt í kvöld. Þetta bara rosa keppni. Bara til hamingju. Þetta æðislegt. Þakka þér fyrir það og var ekki gaman að vera dómari? Þetta bara skemmtilegasta kvöld bara síðan ég 10 kunnar. Þakka þér fyrir það. Þá vitum við það. Og þá að opna þetta ágæta umslag. Í 3. sæti framhaldsskólakeppninnar Bjartur Ari Hansson. Þá skulum við fá umslag með nafni þess sem lenti í 2. sæti framhaldsskólakeppninnar. Gaman að sjá þig, Margrét. Hvað viltu segja? Ég vil bara segja takk fyrir að fá mig hingað til þess að vera með okkur hérna í kvöld og fá að hlusta á flotta keppendur. Ég byrjaði minn frama í söngkeppni líka, þannig að ég veit að þetta skiptir máli og óska ykkur innilega til hamingju með þetta. Takk fyrir að koma. Ég man eftir þér. Sko. Takk að þið kærlega. Takk fyrir. Jæja. Ég að verða svo gamall og skjálfhentur að ég lengi að þessu og glemdi gleraugunum niðri. Í 2. sæti Freyþór Hrafn Harðarson. Róli sé lítið ég birtist og stendir við hlið. Sú bæn mín, ég bið til þín að þú efist ekki þessi orð sem ég skrifa orð. Og þá komið að því að fá umslag með sigurvegara tónkvíslarinnar 2017. Ef ég fæ fulltrúa dómnefndar til að koma til mín. Gefum honum gott klapp. Sæll Einar minn, gaman að sjá þig eftir öll þessi ár. Sömuleiðis. Hvað viltu segja? Lífið tónkvísl, það ekki svoleiðis? Lífið tónkvísl. Örlítil breyting síðan að þú varst að keppa hérna. Já, það stærri diskókúla.
Og einhvern veginn umgjörinn er mjög flott. Stærri krani, betri dómarar. En voru betri söngvarar þá? Ég veit það ekki. Nei. Snilld að fá að vera hérna með ykkur og þetta var bara dásalegt kvöld. Það var skemmtilegasta kvöld sem ég upplifað síðan í gær. Takk að ég kemði það. Þá það úrslita stundin. Hver skyldi það vera? Þið spennt? Má ég heyra meira í salnum? Sigurvegari tónhvíslarinnar 2017 er Gabriela Sól Magnúsdóttir. Hrafnhildur, hvaðan ert þú? Ég frá Akureyri. Nú bara kea alla leið svo ég. Heldur betur. Ég held samt að þú verður úr Þingeyjarsveit. Já, það samt bara betri hliðin á mér. Þetta datt nú í hug. En við viljum þakka ykkur öllu fyrir komuna, fyrir áhugann og fyrir þann stuðning sem þið hafið sýnt þessari hátíð okkar. Sérstaklega viljum við þakka framhaldsskólanum á Laugum, Sparisjóði Suður-Þingeyinga, Norðlenska, Eimskip, Flytjanda, Jós, Bústólpa, Jarðböðunum, Exton, N4, Norðurþingi og Þingeyjasveit. Þessi fyrirtæki og stofnanir voru okkar allra helstu styrktaraðilar og við viljum þakka þeim sérstaklega. Einnig viljum við þakka öllum þeim nemendum og starfsmönnum framhaldsskólans á Laugum sem lögðu sitt á mörkum til að þessa viðburður mætti eiga sér stað. Framkvæmdastjórn, hljómsveit, tæknihópi, hára- og förðunarhópi, smíðahópi, utanumhalshópi og öll þeim hinn. Takk fyrir allt. Arnór, takk fyrir þitt starf. Takk sömuleiðis, Hákon og Stefán. Þið stóðu ykkur með mikilli prýði. Þetta ekki ég? Jú, elsku Hrafnhildur mín. Það besta síðast. Þú varst nýliðinn okkar í kvöld og stóðst með glæsibrag. Það er heiður að fá að vinna með ykkur. Takk fyrir. Við viljum líka þakka öllum þeim fagmönnum sem komu og lögðu hönd sína á plóg. Helgi Steinar, Hlynur, Benni, Óli, Óttar, Einar, Stefán Jón og allir þið hinnir. Takk kærlega. Eigum við ekki að ljúka þessari keppni og fá að heyra sigurlega framhaldsskólakeppnirnar aftur? Þetta. Gjörðu þið svo vel.
offended.